Góðan daginn og velkomin. Við erum komin í smá ferð með Drottni og eins og hingað til þá leyfum við honum bara að eiga þetta og tölum og segjum það sem hann vill að þessi einstaklingur segi og við trúum auðvitað á uppbyggingu og þekkjum á hans og miskunn og vitum að hann elskar fólk og hann vill auðvitað að við lærum að elska hverjir aðra, það er nú í boðskapnum, þannig að við erum með þetta allt saman til að geta orðið þokkalega manneskjur og meira, góðar manneskjur. En við ráðum svolítið það hvernig þessi mál öll eru. Það er ekki nema ég fyrir mína trú sem geri sjálfan mig að einhverju sem er velþóknanlegt hinum uppreisna Jesú. Og það er keppikeflið og þess þetta líka fékk ég trú, það var til að þetta yrði veruleiki. En auðvitað þurfum við að berjast fyrir þessu eins og svo mörgu öðru vegna þessa veikleika sem að ég og þú og við öll erum haldin og við erum svo rosalega viðkvæmar manneskjur að það þarf ósköp lítið að gerast í raun og veru ekkert að gerast þannig séð til þess að hrófla við okkur og tilfinningarnar fara að rótast upp og hugsanirnar að rótast upp og það er svo margt sem að við erum að glíma við. Af hverju? Nú við erum að föllnu eðli. Þetta fallna eðli er þarna. Kristur yfirskyggir þetta fallna eðli en ég ræði sjálfur hvort að pompi upp. Það er þessi veikleiki í minn sem Drottinn miður, þetta er bara svona, sem Drottinn veit að fylgir öllum mönnum og hann á ekkert neitt við þetta. Þetta er þarna, ég veit að því og svo er það spurningin ætla ég að láta þetta ráða eða trúna mína. Ég hef trú einmitt til þess að vega og meta ástandið. Þannig að í þessu máli sem öllum öðrum þegar kemur að trú og öðru slíku er ég án afsökunar. Ég veit hvernig ég á að gera þetta. Ég veit ég þarf að tilbiðja og tigna lifandi Guð til að allt hitt sé í lagi og ég get haft það í lagi með því að nota trúna. Veikleiki minn á geta að koma nálægt trúnni en hann er þarna og ég er þessi ofur viðkvæma manneskja á köflum og þetta er togið okkar fram og tilbaka, það er við þetta hennar veikleikast. Við viljum það ekki, við byggum okkur ekkert undir hann, en svo gerðist eitthvað í kringum okkur sem var þessi valdandi að þetta fór allt af stað. Er þetta ekki sagan okkar mannana? Ég held að þetta er mín saga ekkert síður en þín. Þannig að Drottinn er alltaf að benda okkur á fyrir okkar trú á þetta og klettin sig. Þannig við vitum þetta allt. En erum í basli með að gera þetta vegna veikleikans okkar. Já, þú og ég erum veikleika við fólk. Það getur vel verið að þú belgir þig út og blásir út brjóstkassann og finnist nú ekki mikið til þess koma og þú sért nú ekki hræddur við neitt. En Drottinn mun sýna þér að þú hræddur við margt. Það er nú bara málið. Það er trúni á Krist, rétt uppbyggðri trú á Krist sem við víkjum öllu slíku til hliðar eingöngu fyrir trún okkar. Þannig að trúin í deginum, hún sker á milli lífs og dauða eins og alltaf hefur verið. Og hvort viljum við gera? Hvaða veginn viljum við fara? Vega trúarinn segir við. Þá skulum við líka gera það. Ef við viljum fara vega trúarinnar, þá förum við vega trúarinnar og gerum án nokkuð seiks. Þetta hik við eitt og annað er svona ljóður ráð okkar mannana og við hikum jafnvel við það og ekkert síður við það sem Drottinn er að benda okkur á.
Við híkum við það. En samt erum við í fulla trú. Hvað veldur? Það er þessi veikleiki okkar og við grípum svo fljótt til hugsana eitthvað sem að við vitum ekkert hvað við erum að fara út í, sem að dregur úr okkur allan mátt. Og hvað er hann að benda á þarna? Veikleika minn, Konráð minn, segir hann. Svo bendur hann sjálf á sig, en styrkin í trúnni. Hann er að benda á mig og segir, Konráð, því þú veist þetta. Ég veit þetta og ég viðurkenni það. En geri ég þetta? Því miður ekkert alltaf, frekar en þú. Það er engin afsökun fyrir að beita ekki fyrir sér trúnni eða opni í öllum aðstæðum. En þetta er það sem Kristur dó fyrir. Og þetta er það sem að gerir að verkum, hann setur mig og þig og okkur í gjörgæslu alla daga. Ekki bara endurum á sinni þegar hann má vera að því. Þannig bara þetta. Ég þarf trú, við þarf virka trú í dag. Og hvað ætla ég að gera? Ég ætla að rópa upp til Drottins að hún virkist trúin mín þannig að ég geri vilja hans. Þráttur allt sem skeður. Þá ætla ég samt að gera það. Þetta er val. Og þetta er val Drottni að skapi. Og verður aldrei neitt nema Drottni að skapi. Því þetta er rétt val, því að í trúnni gerast hlutirnir. Í trúnni færast til fjöll. Í trúnni er þetta allt. Og hvað vill ég? Auðvitað vera þar sem allt þetta góð er að gerast. Og þá er ég að velja trúna í dag. Og ætla ég að gera það, sjálfsögðu ger ég það. Og er að sinna þessu verkefni sem ég hef sinnt núna lengi. Og er kallaður til að gera. Með nákvæmlega þessum hætti, náttúrulega er ég búin að vita alveg frá fyrsta degi. Ég verður eitthvað trú á þessu, það veit ég ekkert það efast ég en ég geri það nú samt. Því að fram að byrja að hlýða Guðinn mönnum. Auðvitað er árangur að þessu, auðvitað sjá margir hellings árangur af svona verki, skárra væri nú. Maður sem kemur fram eins og ég og bara, ég ætla að tala Jesú. Ég ætla að boða Jesú. Ég ætla ekki að láta það hafa snefil að sjálfum mér. Ég ætla að láta þið hafa það sem að Drottinn er að bjóða mér að segja við sjálfa mig þetta og þig. Akkur, að þeim er að byggja okkur upp. Hann er að hressa okkur við. Hann er að gefa okkur eitthvað inn í daginn sem að verða til gagns. Eitthvað sem styður og styrkir og er. Og þá drögum við bara hring utan þetta nafn Jesú og skrifum það í miðina. Þannig gerum við þetta. Einfalt, mjög einfalt. En flókið samt vegna þessara tilfinninga okkar sem eru svo fljótar að grípa sig í okkur og gerir að verkum að við eigum eiginlega ónýtan dag í dag. Af hverju? Ónýtan dag í dag. Hvað skeði? Svaraðu því. Svaraðu sjálfur því. Það skeði ekki neitt. En samt að dagurinn ónýtur vegna einhvers atviks. Kannski særði. Við erum svo auðsarða manneskjur. Það er eitt af þessu. Okkur finnst ómaklega að okkur vegið. En stundum er það nú líka þannig, minn kæri og kæra, að sannleikurinn sem að berst mér og þér, okkur finnst það bara ómaklegur. Hvað er þetta að segja þetta við mig? Þeir gera allt rétt. En á bak við þetta allt saman veistu að þú gerir nú ekki allt rétt, en þú gerir margt rétt og mátt eiga það. Við eigum að koma fram við hvort annað eins og Drottinn er að bjóða okkur. Við komum auðvitað vel fram við hvort annað, það er ekki spurning. En stundum gerast kaupin á erinu með þeim hætti að okkur finnst svona, já, þetta var ekki þægilegt. Og það má alveg vera óþægilegt. Það þarf ekki alltaf að vera eitthvað svaka þægilegt. Sannleikurinn er sagna bestur, segjum við, og við elskum sannleika. En samt fyrstustu við yfir sannleikanum að við finnst okkur finnst við ekki eiga þetta skilið. Og hvað á ég skilið? Ég veit það ekki. Ég á það skilið að Kristur dó fyrir mig og hann gaf mér trú. Ég á
á það skilið því að ganga fram í minni trú og ég geri það og þú með mér. En vegurinn náttúrulega, hann hnökralaus. En sá sem fer hérna veginn breskur ég, sem svo margt að rótast í á þessum vegi. Ég heyrði eitthvað í gær og ég alveg ómögulegur í dag. Og svo frá þessu, hvað heyrði ég? Það man ég ekki. Það eitthvað að rótast í mér, svo. Nei, ég ekkert að segja þetta sé þannig, en ég bara veit alveg hvernig maður Það er svo margt sem hann að grípa og svo heldur hann niður báðum höndum. Og ef hann sleppir því ekki, þá endar mér því að verður bullandi reiður. Reiður. Þetta maðurinn. Þetta maðurinn, þetta þessi bjargarlausi maður sem fullur af einhverju sem vildi ekki vera fullur af. Við sem eigum trú á Jesú, við viljum bara fylla okkur af honum. Hvert og eitt okkar. En svo gerist alltaf eitthvað sem ruglar þetta allt saman hjá okkur. Og við bendum aftur á þennan veikleika. Ekki bara einhvers. Veikleiki minn orsökin fyrir þess öllu. Veikleiki minn og kannski litli kallinn minn, hann vaknar við þetta og gerir allt ómögulegt. Þetta saga mannsins og það ekki verið að benda á neitt. Að því ég veit, svo mikið þekki ég til mannlífsins að við erum öll þarna. Þó einhver sé að belgja sig út, stór og sterkur og allt það, þá hann bara lítill kall. Hvorki fugl eða fiskur, þeir upp staðið. Og þessi litli kall, hvorki fugl eða fiskur, þarf á Jesú að halda. Nú það það sem við erum alltaf að tala Við þurfum á Jesú að halda. Hann það sem byggir utanum trúna mína, gerir að verkum að ég held áfram og held andliti og það vil ég. Vegna þess að Drottinn veit það. Hann veit að ég þekki trúna mína og ég ekkert að benda neitt á mig, ég bara að benda á okkur. Og hann sér að þetta skili sér allt saman hnökralaust og við horfum tilbaka. Jú, þá segir ég þetta verið nokkur hnökralaust hjá okkur. En svo ef við viljum, það alltaf að rifja þetta, þá sjáum við að dagarnir svona og andartaki hér og það hefur ekkert verið þetta. Af hverju? Nú bendum við aftur á veikleika minn. Já, veikleika minn. Þessi meginn kallaði, þú veist það nú, betur en ég. Við þekkjum aðra miklu betur en okkur sjálf, þannig það nú. En það nú ekki aðalatriðið. Aðalatriðið að sjá Jesú. Og hvað Jesú? Hann í hjarta mínu og hann á himnum. Og það nokkur langt þarna á milli. En samt örstuð. Bara ein hugsun og þú ert komið þangað. Nú var hann að stúdera orðið aftur. Og þú ert með það í höndum. Að stúdera það, veltaði fyrir þér og þá allt önnur mynd komin upp. Halleluja, segir þau. Þetta ég, þetta þú. Svo ykkur öðrum tímapunkti þá alltaf snúið stöð. Og gerðist eitthvað. Hvað gerðist? Segðu mér það gerðist ekki neitt. En það alveg notið þess að það fór alltaf stað í okkur. Eins og við vorum að tala við erum bara breyst fólk. Halló. Já, ég rétti upp hendi. Ég þar. Já, ég sé að þú réttir líka upp hendi. Því við erum þar. Við erum þessir menn og þessar konur. Óskum viðkvæmar. Manneskjur. Já. En Drottinn hefur ráðinn í þetta. Veistu hvað ráðið hans heitir? Kærleikur. Ekki minn kærleikur. Hann skilyrtur. Ég gefi þér og þú gefur mér. En ekki kærleikur Krist. Hann ekki skilyrtur. Þú gefur í kærleikaðinu og trú á Jesú. Og svo bara ekkert að pæla neitt í því hvort þú fáir þetta eitthvað endurgreitt. Kannski fær þetta ekkert endurgreitt. En Drottinn með þetta allt saman skráð á himnum hjá sér. Þetta kærleiksverk sem þú gerðir í trú. Þetta að vera dáin sjálfum sér,
Þetta að hafa náð marki í sinni trú. Þú gerir að því þú veist að Drottinn var að biðja þig það. Hvað það getur verið hvað sem en þú gerðir það og getur verið sáttur og sæll við það að hafa þú gert það. Þannig við getum alveg eignað okkur alls konar svona góða hluti. Það allt til að eigna sér einhver verk sem að Drottinn hefur sett mann í og maður drattaðist þó til að gera. En var ekki maðurinn sem að húsbóndinn kom til, hörðu drengur, veit ekki til að gera smá við ykkur mig? Já, ekki með hún. Svo held að vera áfram að pára eitthvað, strikka eitthvað á blað og fór ekki fett. En svo var annar þarna inni og það getið ég að gera þetta verið með hann? Nei, sagði hann bara þvert nei, en stóð þó upp og fór og gerði það. Það er nefnilega málið. Stundum erum við ekkert nema þvermóðskan. En að því að trúin orðið þó eitthvað afl í okkur, þá fórum við nú samt og gerðum verkið. Ég veit ekki hvernig við komum kannski ennþá fúll en við vorum. En ég heldur og reyndar að þannig sé það ekki. Ef þú ferð að gera eitthvað í Jesú nafni, þá veitir að þér alltaf gleði. Það er mín reynsla af trúnni, alveg sem í hvernig ástandi maður Maður fer af stað og svo kemur maður alveg skælbrosandi tilbaka og fullur af lífi og hugi. Þannig það nú hjá mér, ég veit ekki hvernig það með aðra en það fráleitt að maður nenni alltaf að vara. En maður orðið það sjóaður í þessu að maður gerir bara það sem Drottinn að bjóða. Það er mín reynsla, er bara góð reynsla. Og ég hef oft talað það með þessa þætti. Ég hef rosalega gaman að því að gera þessa þætti. Ég elska að gera þessa þætti. Að ég veit, númer 1, 2 og 3, að Drottinn setti mig í þetta verkefni. Og ég veit númer 1, ég veit alveg fullvísun mína þar, að þessi þættir eru þannig gerðir, að það kemur fram það sem Drottinn vill að komi fram. Ég er ekkert að hæla mig neitt af því að ég kem aldrei undirbúin undir þetta verk, aldrei. Að ég veit að Drottinn setti þetta svona upp. Og mér finnst þetta ósköp notaleg. Þannig að undirbúningurinn er náttúrulega, hann til staðar. Undirbúningurinn er bara mín trú, sem ég gengi á hverjum degi, alltaf. Ég er ekki trúaður í dag og svo ekki trúaður í dag. Ég er alltaf trúaður. Og þannig hefur þetta verið hjá mér alveg síðan ég frelsaðist. Og ég sagði, hei, þetta er Guð. Það minnir mig alltaf á þetta með reglulegu millibili. Það var þessi byrjun, þetta byrjaði svona, bang. Konur eru trúaður. Ég man eftir því að ég kom til móður minnar blessaðar. það var einn í fjölskyldu. Hann var svolítið trúaður og það var mikið talað af hann og mikið neitt. Og ég man eftir því, ég sagði við hana, ég var nú að grínast, maður var oft að grínast við mömmu, það mátti alveg grínast við hana. Æja, mamma mín, nú er ég orðið trúaður eins og hann. Ég veit ekki að þetta trúaður eins og hann og mamma. Sagði þetta í gríni. En koningjalni var orðið trúaður eins og hann. Og læriði mikið og margt fallegt trúna í gegnum þennan ágæta vin minn, sem nú er farinn, blessuð sé minning hans. En hvað þýðir að vera að velta því fyrir sér hvað öðrum finnst þú ert með það besta í höndunum sem þú veist að þú átt? Og þá er spurningin, ætlar að rækta þetta eða ekki? Þú ræðir allir það hvar þú verður eftir 20 ár, hvað þessa trú varðar. Dagurinn í dag byggir undir og svo bara líða árið. Svo allt í náður tilbaka, það er komið 20 ár, það er komið 30 ár, það er komið 36 ár, eins og hjá mér. Já, ég reyndar mannaði ekki, þannig að var að telja þetta. En það er eitthvað svoleiðis. Og alltaf vöxtur. Af hverju? Þegar maður vill vaxa. Þegar trúin hefur aldrei fengið að fara neitt til hliðar hjá mér. Og hverjum þakka ég þetta? Daglegu samfélagi mínu við Jesú, já daglegu. Hvernig er ég þér? Þú bara reið manneskja og bitur og stöður á nýja hörafara. Og nennir þessu ekki lengur. Ég get alveg sagt þér hvað Drottinn segir við þessu, hann segir nei, ekki fara. Hvert ætlar að fara? Hvað sagði ekki Pétur, Kristur við Pétur? Ætli þér líka að fara?
Og hvað sagði Pétur? Orðin sem að ég vil eigna mér, hvert á ég að fara? Þú hefur orðið eilífs lífs, nákvæmlega. Og þetta eru svona í veganest einhver sem að færa okkur til að taka skrefi. Ráttur alveg hrikalega vonbrigði í gær eða hörðadag. Ég bara náum ekki upp í þetta, við erum svo móðguð. Þetta veikleiki að móðgast yfir engu er veikleiki, ekki? Er það styrkur þingur? Réttlætið þið? Það held ég ekki. Ég er nokkuð vissum að þú tekur ekki undir það, eða maður veit svo sem ekkert út í hvaða sálma menn fara með sjálfan sig. Það er svo sem alveg hægt að vera með ósannleikan á örum eins og sannleikan. En ég vil vera með sannleikan á örum. Og Drotti hjálpi mér til þess að vera með sannleikan á örum, ekki síst hvað mig sjálfan varðar. Er ég það fullkomin? Já, þú veist það. Ég veit að þú tekur undir það. En ég líti ekki á mig sem fullkomin mann, alls ekki. Og þó ég væri að belgja mig eitthvað út með þessum yfirlýsingum og þá myndi Drottinn hvort þið sýna mér þennan veikleika minn og maður myndi bara hrynja saman á einhvern stað. Ég þekki hann, þannig ég er ekkert að reyna neina svona hluti, ég er bara konur hann á verði. Trúi á Jesú og punktur og eftir. En ég má eiga það að ég trúi á Jesú. Og ég þjónaði honum eiginlega alveg frá því að ég frelsaðist. Daginn sem ég frelsaðist, ég man alltaf eftir því að þá kom strax upp hugsun hjá mér að gera eitthvað með þetta. Láta þetta ekki bara fara fram hjá mér ónotað. Ég vildi strax fara að boða. Ég fór strax að undirbúa í raun og veru boðunina. Ég man alltaf eftir því að ég náttúrulega var blautur á baku eyrun þegar ég fyrst las Nýja testamentið mitt. Og ég ákvað þá skrifaði maður allt á blað, í blokk, svo kallaður, þú veist hvað hún er, eða ekki? Og allt, ég ákvað það, ok, ég ætla að, allt sem að snertir mig úr lestrinum, það ætla ég að merkja við. Ritningaversi. Og ég byrja, og ég stoppa við einhvað, merki ritningaversi, og svona las ég allt Nýja testamenti í gegn. Og hélt mér við þennan steðja og skrifaði allt niður af því mér langaði til að aðrir fengi að heyra þetta. Strax kom þessi hugsun að láta aðra heyra þetta mikla sem ég eignaðist og en í dag hefur vaxið alveg hellingi frá þessum tíma. En þarna, þetta eru grunnatriði, þetta allt í gangi ennþá. Þessi grunnatriði. Er ekki grunnatriði það hjá mér að þeir að boða? Jú. Þetta fætti strax fram og ég veit ekki með aðra en ég veit hvernig þetta var hjá mér. Ég fór strax að hugsa býtu hvernig á ég að gera þetta svo aðrir fá að vita. Og ég fór að lesa orðið, þá kviknaði þessi hugsun, ég ætla að merkja við allt sem að snerti mig. Og þannig las ég orð Guðs í gegn Nýja testamentið og margar blaðsíður af ritningaversum sem ég svo prentaði út. Þá var mann bara með ritvélarnar sína gömlu. Út úr þessu komu nokkur blöð, A4 blöð, manni. Og ég eins og, ég kann nú ekki að geyma neitt, þannig að ég harma það nú eins og sumt annað að ég ætti ekki en ég átti þetta. Og ég man eftir því að ég þá bjó í Neskaupstað og fékk prentsmiðjuna þar til þess að útbúa fyrir mig nokkur ritningavers sem ég færði þeim og setti þetta upp í svona skrautskrift, kunna það í þessum prentsmiðjum og fékk eitthvað 3, 4 eða 5 ritningavers á A4 blaði sem ég keypti ramma utanum og rammaði inn og hengdi upp á vegg. Og þetta var ég með, allavega, já, ég tók þetta nú ekki með mig því ég flutti frá Neskaupstað, en ég var með þetta upp á vegg hjá mér allan tíman sem ég bjóð þar. Og ég, man alltaf eins og þetta þá satt maður á ákveðnu stað í húsinu sem maður bjó í. Mest sjónvarpið var þar, maður alltaf horfir alltaf á sjónvarpið. Og þar var ég, fyrir ofan það á veggnum, var ég með þessar ritningavers. Og með nógu stórum stöfum og þó maður sæti nokkra metrar frá því, þá kann maður lesi það, reiprennandi. Og þetta var gott.
mann fannst þetta gott og notar þetta að hafa þetta, þessi ritningavest þarna, ég veit ekki hvernig þú gerir þetta. En ég gerði þetta svona, sagði mér þetta einhver. Já, ég man nú ekki eftir því, nei, kannski ekki nema bara Drottinn sjálfur. Hann talar og hann veit alveg hvernig hann heldur sínum strákum og stelpum vakandi. Og hann gerði þetta við mig. Þegar ég þurfti á þess að halda, ég var nótt talað um það og eins og sem ég geta kvarta, þetta var góðu tími. Þar var engin trúaður maður. Svo ég sé. Allavega ekki margir. Svona þetta. Leyfðu bara Guð ekki vera Guð í þínu lífi. Hann sendi menn þangað og hingað. Hann sendi mig austur, það er ekki spurning um það. Ég var þá bjó í Reykjavík þá. Og ég skreppa alltaf annars lagi til móður minnar, ég man ekki hvað hún bjóð þá. Í Hafnarfirði og þar var alltaf eitthvað blað sem maður var að fletta í. Og ég einmitt að fletta í blaðinu heima hjá henni. Og þar sé ég, lesi klausu að Norðfirðingar, íbúar Neskaupstaðar, þarna síldarvinnsla, síðan auglýsa eftir fólki auðvitað. Þeir byrjuðu alltaf á því að auglýsa eftir fólki innanlands, það nú reyndar ekki lengur held ég, en menn voru alveg hættir að sinna þessu. Það var mjög erfitt að fá Íslendingar til þess að vinna í síldarverkuninu og þeir voru að ráða pólska menn og þeir komu nú víðar að og ég man alltaf eftir því ég sá þetta, eins og ég sagði þetta, þá sagði ég sjálf með nú og ef að síldarvinnslan á mókun Pólverjum, þá hlýti ég að geta fengið vinnuðar eins og þeir. Og ég sem sagt bara legg af stað, útvega mér íbúð og þá ekki með neitt í höndunum þannig séð, kemur fyrir og svo fer ég bara og sæki hjá þessari ágætu síldarvinnslu og ég beið í 3 vikur og var farin að svitna á skallanum. Því mér fannst ekkert ganga, ég gat alltaf ekki verið þarna og hafa ekki neina atvinnu, svo kom atvinnu. Og það var einmitt í síldarvinnslunni við síldarverkun. Það var fyrsta skipti sem að ég kom inn í þær aðstæður og þarna var ég í nokkur ár. Og undir mér ágætlega þar, góður vinnustað. Þetta er nú sagan mín á bakvið það að ég fór austur og ég vissi alltaf að Drottinn var með. En hann reyndi mig náttúrulega hrikalega, ég man eftir því að ég sæki að það var þannig, ég var að þurfti náttúrulega að fá einhvers þar inni og auglýsti, þá var ég nú yngri en ég í dag og nefndi, sagði aldur minn og þessum gæja vantaði herbergi eða litla íbúð og svo 3 vikur seinna þá hringir síminn. Og hinum endanum konurödd sem að spyr mig, ertu ennþá að leita að vistarveru þarna í Neskaupstað? Já, í raun og veru sagði ég. Það vil svo til að ég er með þarna hús, lítið hús sem ég væri alveg til í að leigja þér. Já, mér leist vel á það. Ég nú geti að gera heilt hús, sagði ég. Þetta er bara lítið hús, sagði hann. Og þannig átti að til að öldruð móðir þessar ágætu konu var einmitt að fara úr húsinu, hún hafði alltaf búið hann. Hún að fara úr húsinu, flytja suður og ég segi ok, ég tek þetta bara. Og svo fara að mála þann veg að hún segir að ég muni hitta þessa konu á Egilsstaðaflugvelli, þá ég að koma og fara með rútun og þar var hún blessunin og með þennan fína lykilmaður og ég tek hann og stingi honum í vassan og fer svo með rútunu austur. Ég er svo búinn að segja þetta allt saman en þetta er svona skemmtileg saga sem er á baku þetta. Og það undi ég mér mjög vel, það var gott, mér fannst gott að búa í Neskaupstað og þeir tóku mér mjög vel Neskaupstaðarbúa og mig eiga það. Og þarna var ég að vinna í mörg ár og eins og ég oft líka sagt þá ætlaði ég bara að vera þar. En maður víst Guðsmaður og maður hlýðir því sem Guð segir og ég fór að finna fyrir því að hann vildi að ég færi, flyttið á hann.
Og þetta þá 98 eitthvað svona, ég man nú aldrei nákvæmlega árið, en 98 sem fer ég. Og varla að ég hafi komið þangað aftur síðan. Kom þarna nokkra daga fyrir, já, það að vera yfir 20 ár síðan það var. Og síðan varla hef ég komið þangað. Já, ég hef ekkert komið þangað síðan. Og það nú líka þannig með mann að þegar maður fer, þá maður ekkert endilega maðurinn sem að koma þangað eitthvað aftur. Í raun og veru, maður fer, þá þetta að baki. Maður bara skilur við þetta. En tekur þetta með sér allar góða minningar á þessu stað og hinum, eins og gengur. En að fara þangað, nei, ég ekkert mikið þar. En samt myndi ég hafa gaman að því að koma, kíkja þess á þetta. Og ég hef nú reyndið, já, ég held ég hef einu sinni komið þarna eftir þetta. Og það að verða 30 ár, eða 30 ár síðan 30 ár síðan ég fór það. Þetta líður svo hratt. Og kallinn orðinn hvítarður, meira að segja. Það var dökkarður þegar hann kom að austan. Þá var ég ekki með gleraugu. En nú er ég með gleraugu. Svona gerir aldurinn, fer aldurinn með menn, en aldurinn góður og þú þarft ekkert óttast neitt aldurinn. Og Drottinn hefur verið góður við mig og gefið mér heilsu hreysti. Það nú aldrei sakkur í því. En ég kenni mér einskis meins. Og ég rækta minn Guð og elska minn Jesú eins og ég hef gert í þessi bráðum 40 ár. Og hef ekkert veiklast frá einu degi til annars hvað þetta varðar. Og ég í samfélagi í Reykjavík, góðu samfélagi. Þar sem að ég ræki mína safnaða samkomur og geri, já, með stæl. Já, það vill ég gera. Ekkert þess að vera rókur alls fagnaður, mér alveg saman hann. En þarna hittir maður þá sem að maður hefur gengið með í trúnni í áratugi suma. Við erum enn saman í þessu. Og enginn þannig sé að veiklast, en því miður þá hefur maður hort á eftir mörgum. Hvar þeir eru, ég hef ekki hugmynd um það. Þeir bara hverfa á lífið manns og enginn spyr neitt. Af hverju það svona? Af því að það alltaf oft sem að við förum út í ykkur óveðri. Ég ekkert að segja þetta með þess menn hafi farið í óveðri. Ég bara hef ekki hugmynd um það og mér varðar ekkert um það. En ég veit að sumir fara í ykkur óveðri og það ákveðin að koma aldrei hingað aftur. Af hverju? Þau eru veikleika vafið fólk. Hvað gerir þess? 99% ástæðan það gerist ekki neitt. Ekki neitt. En veikleiki minn bjó til fjall. Svo hátt, ekki einu sinni fuglinn kemst yfir það. Þannig við reynum ekki einu sinni að gera neitt í málunum. Uppgjöf, þetta uppgjöf. Hún nær okkur en við höldum. Við getum belt okkur út með stórar og sterkir strákar. En svo þegar við reynir á, þá verður við ekki högni fiskur. Það ekki annað þannig? En svo Guði fyrir að fara, hann hressir okkur alltaf við og drífur okkur á fætur, tjakkar okkur upp. Og við höldum áfram. Og ég bara verða að þjóna Guði, ég verð bara að leyfa honum að gera þetta og drífa mig upp. Og svo ef maður fellur í einhverja gryfju, þá hrópar maður þar á Drottinn og hann kemur og dregur hann upp á hárinu. Hann lítið hár núna, þannig dregum hann upp, aftur og aftur. Það var ekkert að frelsa mig bara að ganni sínu og sjá til hvernig væri, nei, fyrir honum þetta bara lífið sjálft. Hann gaf mér trú og hann segi, Konráð, þú lifir eilíflega. Þú þarf bara að trúa, ég skal sjá rest og hér ég. Já, 39, 35, 6 árum seinna. Og enn ég held í trúarinnar. Hvernig þetta hægt? Það ekki vegna þess að logni hafi leikið hann frá degi til dags. Það ekki ástæðan. Það komi marga fyrirstöður
en þær hafa allar elt mann. Það í eðli þessara fyrirstaða sem við komum að því við höldum áfram, þá efla þeir okkur. Þannig við skulum ekkert óttast þessa fyrirstöður. Við bara förum þangað í Jesú nafni og þær hverfa. Kannski smá barátta áður en að hverfa, en þær hverfa. Að við erum bara þessara leið, farðum úr veginum, ég að fara þessara veg, viltu gera svo vel að koma þér bara burtu. Og það fer. Og svona hefur gangan verið. Þetta ekki þrautalaust. Að halda þetta sé þrautalaust að veikleika mínum og þessum uppgjafar hug mínum sem að við mótlæti stígur alltaf upp. Það fyrsta sem skýst upp með það mótlætni uppgjöf, ég bara hætta þessu. Þetta ekki verandi hérna. En svo sest maður á þetta og svo heldur maður áfram. Og það sigur eftir sigur eftir sigur. Þetta það að trúa á Jesú Krist. Þetta það að gefa honum daginn og vera í daginu með honum. Við þurfum að heyra orð Guðs. Og við heyrum orð Guðs. En við þurfum að sækja eftir því að heyra það. Þá ég og þú saman í þessu. Þú uppörvast á stundum í kirkjunni þinni. Af hverju uppörvast á stundum í kirkjunni þinni? Af því þú varst það. Nú þetta beintstreymi og það svona hálfgildings að vera á staðnum. En samt hvetur maður menn alltaf til að koma, vegna það svo miklu betra. Það í andrúminu, það heyrir kliðir. Það heyrir þetta allt saman sem að skjári getur aldrei gefið nema svona einhverju leyti. Ég veit að menn farin að segja það, þetta maður miklu betra að nota sjónvarpinu maður. Þetta rangt. Það ekki bara það að þú heyrir Guðs orð í sal. Það líka verið að benda á samfélag, lifandi mann og kvenna. Og þú veist þetta mjög vel. En samt þetta þverskallast við að koma. Þannig að gefa þú út komin á þann stað að manngreinar áleita alveg á fullu. En hei, ég hef nú kjátt með þessu hérna. En samt ertu að horfa á þennan. Ég ekkert að tala sjálf á mig. Ég veit að það enginn að hugsa þannig um mig. En samt það hugsa þennan og hann þarna, þú í beinni og þú kannski sér hann og þú bara vrist. Ónýttur dagur. Hvað það? Það ekkert að, nema þú ert að meta eitt og annað rangt. Það vandinn hjá okkur mönnunum, hversu oft við erum að meta eitt og annað rangt. En við getum alveg huggað okkur við það að við erum ekkert öðru nærri að þessu leyti, við erum öll á þessum stað. Við þurfum öll að hafa fyrir þessu. Bæði ég og þú. Það allt í lagi. Það besta sem ég á, okkur skildi ég ekki vilja hafa fyrir því og ég hef fyrir því. Og þetta árangurinn í dag. Hvað í dag? Það 12. maí 2025. Og þessi enn veika sorgni sitt sem hann var settur við fyrir margt löngu, 1989, þegar hann uppgötaði að það væri til Guð. Hann ennþá, og minnir sér oft á þessu uppgötun sína fyrir þessum áratugum. Það skiptir engu máli. Hver staðan í dag? Nema hér og nú. Ég tel hann bara að vera harla góða. Þetta náttúrulega mótt og það allt í lagi, þú mátt alveg segja hvað sem þetta. Ég að segja það sannleika. Þannig þetta skiptir ekki engu máli hvað við teljum að aðrir sé að segja. Svo vitum við fyrir það og vitum við ekkert það. Þess vegna höfum við bara raunsýnin á Jesú. Og þeir sem gera þetta, þeir munu alltaf plumma sig mjög vel. Annað óhjákvæmilegt. Af því að trúin sigur aflið. Krossinn, dauði Jesú og upprisa Jesú, gjöf heilags anda, stofnun kirkjuna, aflið sem við þurfum. Og við erum undir þessu afli, okkur vantar ekkert. Við bara virkja þetta. Og þessi þáttur þetta til þess að hjálpa til að menn, ég og þú, við virkjum þetta. Þessin verið að gera þetta. Þannig að það full alvara með þessu. Þetta ekki leikur bara til að gera eitthvað. Nei. Við byggjum hvort annað upp
með þessum hætti í Jesú nafni. En þetta orðið gott í dag og Konráð kveður og heldur þessu góða verki Drottins áfram.